Sælt eru fólkið og velkomin með mér í Glettur. Nú, hvar haldið þetta ég sé nú staddur? Já, getið þið nú? Jú, mikið rétt. Það eru sennilega margir sem kannast við þessi ryðguðutæki hérna við hliðina á mér, þau tilheyra bræðslunni. En hérna er tónlistarhátíðin Bræðslan haldin á hverju sumri og þar komast færri að en vilja. Nú, það er mikil þjónusta við ferðamenn hér í Borgarfirði og ferðaþjónar eru hér í óða önn að undirbúa vertíðina og sumir eru meira að segja þegar byrjaðir. Við skulum byrja á því að koma við í félagsheimilinu Fjarðarborg en þar segir maður gjarnan já sæll þegar maður stígur inn fyrir dyr. Já, þetta er borgfirskur frasi sem var tekinn herfangi þarna af næturvaktinni á tímabili og flestir héldu kannski að við værum að stæla það, en þetta er sjálfsögðu borgfiskkveðja, bara já, sæll. Og við erum að halda í borgfiskar þjóðlegar hefðir. Fjarðarborg, já, hvers konar starfsemi fer fram í þessu gamla félagsheimili? Já, þetta er náttúrulega svona fyrst og fremst menningarleg starfsemi. Í veturinn er þetta nýtt fyrir skólan og náttúrulega fyrir allar menningarsamgöngur, en á sumrin þá lifnar þetta aldrei mikið við, þá reynum við að standa fyrir mörgum viðburðum hérna yfir sumartíman og svo erum við náttúrulega með veitingasölu og bar og allt mögulegt, sko. Sveittir, hamborgarar, fiskur og hvað þá annað? Já. Ég held að við getum gert allt matarkyns ef óskað er eftir því, sko. Við erum með einfaldan matseðil sem er síðan hægt að bregða út af ef þarf. Nú, það hefur vakið athygli á ekki stærri stað en Borgarfjörður er að þið eru að bjóða hér upp á tónleika í hverri einustu viku, já, með nánast heimsfrægum listamönnum. Já, við störtum þessi fyrra og vorum þar með tónleika einhverja 10 helgar í röð og það gekk það vel að við getum eiginlega ekki skorast undan og ákveðum að reyna þetta aftur í sumar. Fyrstu tónleikarnir búnir, það var sjálfur KK sem steig þar á svið, var rífandi stemning. Já, ekki bara KK, það var KK band bara, það var öllu tjaldað til. Þessi 23 ár síðan hann spilaði hérna seinast, þannig að það var alveg frábært að fá hann. Mjög góð stemning, eitthvað 130 mann sem þykir ágætt í 100 manna þorpi, held ég. KK búinn og hvað er svo framundan? Það er allt sumarið framundan, hverju koma næst? Núna föstudaginn 27. kemur hún Sóli Stefánsdóttir til okkar, hlökkum mikið til að fá hana. Þar helgin eftir kemur Teitur Magnússon, svo er það Svava Knútur og Kristjana Stefánsdóttir þar á eftir. Svo ætlum við að taka allt Killer Queen, bandið hans Magna Ásgeirs, verðum með það helgina fyrir Bræðslu. Þá erum við farin að detta í tónleika þriðjudag, miðvikudag, fimmtudags og 2 föstudagstónleika. Þannig að sú vika er öll í smíðum. Það er búið að negla nokkra artista en við setjum það í loftið þegar nær dregur. Hey, I'm in love. The fingers keep on kicking to the beat. Hey, I can't stop my feet. Ebony and ivory and dancing in the street. It's 'cause of you. The world is in a crazy, hazy hue. My heart's beating like jungle. My heart's beating like jungle. My heart's beating like jungle. Þetta hættir ekki eftir Bræðslu, þetta verður Bræðslan löngu uppselt á hana. Svo erum við með tónleika hérna Verslunarmannahelgina, þá koma 100 í óskilum til okkar. Við erum svo með Hagaengamót líka þá helgi og svo seinast sem er allavega bókað, það er miðjan ágúst kemur Valdimar Guðmundsson til okkar. Hvað segirðu, ertu búin að finna Hageringa á móti? Nei, það er ekki búið að ganga frá samningu við alla Hageringar. Ég á nú vonaði að þetta verði svona svipaður hópur og verið hefur. Það er alltaf einhverjar smá innáskiptingar eins og gengur í góðum liðum en ég held að ég reikna með okkar manni Andrési Björnssyni, hann hefur ekki brugðist okkur síðustu líklega 15 árin eða svo, þannig að hann er náttúrulega landsþekktur sem afburða Hageringur og humoristi og síðan erum við búin að
ráðastjórnanda sem Hjörleifur Hjartarson, annar helmingurinn af Hundi Óskilum og þar hann nú eiginlega svona að feta í fótspor frænda síns Ara Eldjárns sem stjórnaði í fyrra sem fór á fáheyrðum kostum og honum fannst rétt að líka halda sig við ættina í þessu. Það var alveg til í að taka þetta að sér. Og svo til segir mann Ara, á Austfjörðum getur margt skemmtilegt skeð, skáldinn að sunnan við tínum. Hann Ari fékk nú að fara með í fylgd með pappa sínum. Borgarfirði má gjarnan svona lýsa. Þar blandast saman stútumsbóndi og skvísa. Og þegar rauða sumar sól sjá rísa, hipsum haps á hverjum allir hátta. Hér færi því allra best á að hýsa Samtökin 78. Vilt þú, Þórarinn, vantar eitthvað að kalla hann? Já, það tekur þú nú eiginlega varla því að þetta náttúrulega svo augljóst hvað kæmi sér best. Ugglaust þætt á fésbók flott og fjölmargt hlyti líkið. Og Borgfirðingun gerði gott að geta fengið ríkið. Það verður orðið fastur liður að Eldjársættin verði þarna við stjórnvölinn á komandi árum. Já. Þeir stóðu sig það vel í fyrra sko. Að ég held að það sé ekki hægt að ganga fram hjá þeim. Og síðan náttúrulega hefur Friðrik Steingrímsson verið alltaf líklega á hagræðingamóti frá þetta hófst fyrir rúmum 20 árum. Þannig að það nú mjög skrítið ef hann kæmi ekki. Nú kunnur fyrir kveðskapinn, kæti vekur hvert eitt sinn. En þekktastur Þórarinn að því að vera frændi minn. Ingunn hún ofsa fín, atómljóðin kveður sín, að flestum hlutum gerir grín og gæti verið frænka mín. Sauða jafnan svipinn ber, sífellt fram hann tranar sér, sem betur fer hann Andrés ekki vitum skildum ber. Og Ingunn Snædal hefur nú verið með okkur undanfarin ár og ég nú búin að undirstinga hana og hún svona fyrsti atómhagræðingurinn sem við teflum fram á þessum hagræðingabótum. Það hefur algjörlega slegið í gegn og svona þessi formbylting sem varð fyrir kannski svona 50 árum, hún semst núna að hefja innreið sína í hagræðingamóti líka. Borgfirðingar þekkjast vel því þeir eru aldrei neitt að vinna, það eitthvað minna. Þannig að það má ganga því sem vísu að Borgfirðingar og gestir ykkar hér í Fjarðarborg verði með fast bros í allt sumar. Já, ég reikna fastlega með því. Þetta bara byrjar frábærlega og mér líst mjög vel á framhaldi. Já, sæll, gangi ykkur vel. Já, sæll. Nú síðan skulum við fara bara yfir götuna, þar gamalt frystihús og þar var fiskvinnsla og þar var sláturhús en þarna núna fyrsta flokks gisti aðstaða bæði í tveggjamannaherbergjum og það eru eins litlar svona stúdíó íbúðir og þar að auki skal ég segja ykkur eru heitir pottar og gufubað svona rétt á sjávarbakkanum, maður getur setið í heita pottinum og hort út á sjóinn og fylgst þar með fuglalífinu. Við skulum fara í heimsókn í þetta fallega gistiheimili. Þetta var frystihús og hér fór fiskvinnsla fram og mikið líf, bæði hérna á bryggjunni og í þessu húsi og svo skildist mér á haustin hafi verið svo sláturtíðin. Þannig að bæði verið fiskar og sauðfé sem týndu hérna lífinu. Já, og nú það bara ferðamenn, nei. Þú ert ekki bara búin að koma hér upp fyrsta flokks gisti aðstöðu, þú ert líka með heita potta og gufubað og guð má vita hvað. Já, það hér á sem sagt í Borgarfirði eystra, þá raun engin aðstaða fyrir, það engin sundlaug og það bara aðstaða tjaldstæðan að vera sturtu. Og eins og margir þekkja þá þetta mikil gönguparadís og hingað koma stórir hópar, bæði erlendis frá og svo hérna á Íslandi. Og við fengum þessa gölnu hugmynd að setja upp spa og mörgum fannst við nú svolítið galin en
en þetta að virka. Er ekki bara gott að vera svolítið galinn? Jú, það þurfa allir að vera svolítið galinn held ég. Ef allt væri kannski hugsaði bort þá verið ekkert úr framkvæmdum. Nei, örugglega ekki sko og þetta bara hefur gefist rosa vel og fólk ánægt sem hefur komið að þetta segir verið komin hérna líka hér að veraldar og svo finnum við bara lítið spa hérna og við erum að bæta við spaði núna. Við erum að bæta við stóru nuddpotti og íspaði og hérna þannig að þetta eitthvað sem við teljum að sé góð þjónusta á þessu stað vegna þess að hér mikið af gönguhópum og fólk sem vil koma og slaka á. Hefur þetta ekki mennst þá bara vel fyrir hjá heimafólki líka svona utan við ferðamanna annað tíman? Jú, borgfirðingar mjög jákvæðir og mér finnst rosalega jákvæðir yfir því sem við höfum verið að gera hérna og náttúrulega maður væri ekkert að gera þetta með þeirra stuðningi. Átt þú sjálf einhverjar taugar í Borgarfjörðinni, ég veit þá þú býrð á Egilsstöðum? Já, langafi mín var hérðan, þannig að ég get nú kannski aðeins rækið ættir mínar hingað. Það sem sagt táknum sumarkomuna þegar þú ert komin í Borgarfjörð. Já, ekki að segja það. Ég sjá að það er fullt í kvöld, þú ert hérna sjálf með íbúð, þú þurftir að flýja íbúðina þína til þess að geta komið gestunum að. Já, það svo erum við að hjálpast að hérna á staðnum við gistiheimilin og hótelin og þegar orðið fullt allstaðar að þá þarf maður stundum að víkja og þá bara keyrum við upp á Hérað. Það er líf og fjör í Borgarfirði yfir sumartímann. Já, það er bara æðislegt að vera hérna og þú veist bara frábær náttúra og skemmtilegt fólk og mikil menning. Hérna yfir í Ferðaborg þeir eru búin að koma svo skemmtilega stað öllu sumrum og mikið af skemmtilega viðburðum sem mér finnst líka bara túristanir sækja líka mikið fyrir spennandi og það er bara ótrúlega mikill andi á þessu litla stað. Ég kom hérna inn í gamla pósthúsið og símstöðuna í Borgarfirði og hér er eitthvað mikið að vera. Hvað er að gerast? Við erum að undirbúa leikmynd fyrir íslenska bíómynd sem heitir Hjartasteinn og tökur á henni hefjast fyrstu vikuna í ágúst. Mikill undirbúningur sem í því að undirbúa sem sagt bíómynd af þessari gráðu. Hvað ætlaði að gera hér úr pósthúsinu? Þetta verður sjoppa. Sjoppa með blandi póka og pilsum og frönskum, en svona smá dæner líka. En bæði sjoppa og svona dæner. Og hvenær verður þetta tilbúið fyrir tökur? Þetta verður komið mjög langt miðja næstu viku, svona að innan og þá förum við þá er sem sagt komið þetta leigjar sem eru veggir og áferð og gólf. Þá förum við að koma inn með meira til dæmis svo húsgögn og nammi og hillur og svoleiðis. Hvenær koma svo leikararnir í settið og tökumennir og allt það? Það er í byrjun ágúst. Það er svolítið í það. Þannig að svona þegar ferðamannavertíðin verður, svona á síðustu metrónum þá byrjar leiklistarvertíð hér í Borgarfirði. Já, við verðum alveg þangað til miðjan október. Þannig að það verður rosa stuð hér á Borgarfirði. Við erum alveg góður hópur. Það verður örugglega einhverjir héðan sem leika svo í myndinni. Einhver partur af fólkinu í bænum. Einhverjir borgfirðingar eru upprennandi kvikmyndastjörnur væntanlega í dag. Já, algjörlega. Það var pröfað einu daginn í Fjarðarborg og já. Og hvernig hafa heimamenn tekið það? Mjög vel. Þetta er svo skemmtilegt fólk. Það er frábært. Sá sem ætlar að leikstýra myndinni? Já, hann Guðmundur. En er þetta hans svona fyrsta mynd í fullri lengd? Þetta er fyrsta myndin í fullri lengd, já. Hann hefur gert nú þegar 2 stuttmyndir, Hvalfjörð og Ártún. Og þær báðar hafa gengið mjög vel. Hann er alveg að hlaða inn á sig verðlaunum og viðurkenningum fyrir þær. Og þetta má segja, svolítið að blandast allt saman, þessi heimur hans. Þetta börn sem að verða unglingar og það sem að gerast á þeim tíma sem við þekkjum öll. Þá segi ég bara til hamingju með þetta og gangi ykkur vel. Þakka þér fyrir, sömuleiðis.
Nú, hérna á Borgarfirði svona þjónustu miðstöð fyrir víknaslóðir. Það eru eyðibyggðirnar hér sunnan við. Það eru til dæmis Brúnavík, Húsavík, Herjólfsvík og svo síðst Loðmundarfjörður og Loðmundarfirði gjarnan gengið yfir í Seyðisfjörð. En áður en komið til Borgarfjarðar blasa Dyrfjöllin við. Þau grípa strax augað þegar ekið niður í Jökuldalinn og eftir það blasa þau við ferðalöngum hérað og Borgarfjörð í mismunandi myndum en alltaf eru þau tignarleg. Vaskir göngumenn hafa gengið á súlu hæsta tind fjallana sem sumir nefna reyndar borgir. Borgfirðingar telja að framhlið Dyrfjalla snúi að Borgarfirði en héraðsmenn eru ekki alveg á sama máli. En aftur að Dyrfjöllin þau eru fallegri hérna borgarmegin en héraðsmegin. Ertu vissum að héraðsmenn sagði ekki það? Nei, það er ekki alveg vist. Bróðir Skúla, hann Kalli Sveins, hefur aðra skýringu á þessu, skýringu sem ég held að máti héraðsmenn endanlega. Forstofan myndi ég segja væri héraðsmegin og út til dyrnar. Því að þegar þú komin í gegnum dyrnar að þá opnar þær leiðina inn í paradís. Þegar að Pétur hefur tekið á móti þér í dyrunum hérna að þá ertu komin inn í paradísina, þannig að strangt til tekið þá eru útidyrnar hinum einn sko. Við erum hérna inni sko. Paradísin, Borgarfjörður. Já, einmitt sko. Nú, þeir sem ekki eru fyrir fjallgöngur þurfa ekki að vera aðgerðarlausir í Borgarfirði. Það er margt að sjá. Það er til dæmis ástæða til að aka út með firðinum að sunnanverðu og skoða höfn heimamanna og hafnarhólma. Hvergi á landinu er lundabyggð jafn aðgengileg og þar og í hafnarhólma eru raunar fleiri fuglategundir en lundin en prófasturinn er nú alltaf tignarlegur. En áfram með gönguferðirnar. Við Dyrfjöllin er svonefnd stór urð, ein mesta náttúruperla landsins og þótt víðar væri leitað. Stór urð er í Urðardal í Hjaltastaðaþinghá og hún tilheyrir jörðinni Hrafnabjörgum enda einnig kölluð Hrafnabjargarurð. Nú, meistari Kjarval kom barnungur til Borgarfjarðar og þar mannaðist hann. Umhverfið þar hafði mikil áhrif á listamanninn og sköpun hans, enda leitaði hann þangað oft á ferli sínum eftir viðfangsefnum. Á efri hæðinni félagsheimilinu er fróðleg sýning í minningu Kjarvals, þar sem meðal annars má sjá eftirmynd af altaristöflunni frægu sem hann málaði fyrir kirkjuna í Borgarfirði. Þar telja heimamenn sig greina mörg andlit úr byggðarlaginu sem þeir kannast við. Nú, sunnan Borgarfjarðar eru svonefndar víknaslóðir sem er paradís fyrir útivistarfólk. Þar er kyrrðin ríkjandi, það eina sem truflar er söngur fuglana og náttúrufegurðin. Þarna eru einstaklega formfögur og litskrúðu fjöll og merktar gönguleiðir við flestra hæfi. Þar að auki á svæðinu 3 skálar ferðafélags Fljótsdalshéraðs í Breiðuvík, á Húsavík og í Loðmundarfirði. Þessir skálar eru rúmgóðir og þar er rennandi vatn, vatnssalerni og heitar sturtur, svo eitthvað sé nú nefnt.
Þórhallur Þorsteinsson á stóran þátt í að skálarnir risu og hann telur Víknaslóðir kyngimagnað svæði. Jú, ég held að Víknasvæði sé að þetta náttúrulega mikil byggðarsaga á bakvið þetta. Það draugagangur hér í Breiðuvík, ég held að það sé nokkuð ljóst. Þannig að þeir sem að vilja upplifa eitthvað sem ekki er hægt að útskýra, þeir ættu að koma hér og gista að hausti til í Breiðuvík, þá geta þeir fundið sannan íslenskan draugagang. Hann hefur aðeins kannski verið að stríða okkur hérna en þetta nú alveg minnlaus draugur en kannski öllítið stríðinn. Hann stríðinn og honum ekki gjarnt á að loka hurðum. Það ítrekað komið að þessum skálaopnum og hann hefur líka sést hérna. Þetta fullorðið maður, komið hann að aldur og hann hefur sést hérna. Nú heyri ég hér á heimamönnum og öðrum sem að hafa notið skálan og kynnt sér málina þeir finnst nánast eins og þessi tiltölulega fámenni félagskapur hafi lyft hér grettistaki með því að byggja 3 skála á stuttum tíma. Já, ég get alveg tekið undir það en þetta raunverulega ekki heldur gert öðruvísi heldur en að heimamenn. Borgfirðingar, landeigendur og sveitastjórn hér á þessu svæði hafi stutt mjög dyggilega við bækið okkur og greitt götu okkar á margan hátt. Stór hluti af þessu unnin í sjálfboðaliðavinnu. Er ekki erfitt orðið nú til þess að fá fólk til þess að fórna sér eins og sagt er? Í vinnuferðum þegar á að byggja skála þá hægt að smala saman ótrúlegum fjölda en við finnum að vísu fyrir því. Það er erfiðara kannski að fá fólk til að taka að sér einn og einn skála og sjá hann. En samt sem áður, þegar við þurfum á því að halda þá getum við smala saman stórum og dyggum hóp manna. Hver er reynslan? Hverjir nýta þetta? Er það Íslendingar eða útlendingar? Það svona upp úr miðjum júlí. Þá fjölgar íslensku hópunum en að langmestu leyti það eru íslenska ferðaskrifstofur og íslenski fjallaleiðsögumenn eru langstærsti aðilarnir hér og eru með útlendinga sem koma bæði Bandaríkjamenn og Evrópubúa. Vegna þess hvað fáir Íslendingar ganga hérna en við höfum að vísu orðið var við það að með hækkandi bensínverði að þá er dýrt að keyra austur en aðrir Íslendingar eins og Norrlendingar og Austfirðingar gætu notað þetta miklu meira heldur en þeir gera. Áður nefndur Kalli Sveins, Karl Sveinsson eða Kalli Kongur eins og sumir heimamenn kalla hann. Hann kemur víða við í Borgarfirði, hann með útgerð og fiskvinnslu og rekur auk þess minjagripaverslun og veitingasölu. Ertu bjartsýnn á framtíðina hér í Borgarfirði? Já, maður verður að vera það. Það þýðir ekkert að gefast upp allavega en óneitanlega verður ekki framhjá því lítið að þetta svona ákveðin þróun sem á þessum stöðum svipuðum og hér en það eru þó ljósir punktar hérna, það gríðarleg uppbygging og fjárfesting í ferðaþjónustu en þannig að ef okkur tekst að lengja ferðamannatíman eitthvað þá þetta alls ekkert vonlaust. Álfheimar ein umfangsmesta ferðaþjónustan í Borgarfirði sem hjónin Arngrímur Viðar og Þórey Sigurðardóttir reka. Jú, þetta hótel sem við höfum byggt upp hérna. Við erum með 3 hús, 2008 og 2009 og 2011 með samtals 32 hótelherbyggjum, öll herbyggi með baði og velbúin. Og það eru þið hjónin sem að rekja þetta? Já, það eru við Þórey sem rekum þetta og erum með gott starfsfólk okkur við hlið. Við erum með 16 starfsmenn hérna og flesta svona heimamenn eða tengda Borgarfirði. Þórey og Arngrímur hafa markasett þessa þjónustu erlendis. Í flestum tilvikum sækja þau hópana til Akureyrar eða á Egilsstaðaflugvöll og skila þeim þangað aftur eftir mislanga dvöl í Borgarfirði. Við erum með gönguhópa sem við höfum komið okkur upp eða komið upp samböndum við erlendar skrifstofur sem senda okkur gönguhópa á Danmörku og Þýskalandi og svo svona einstaklinga bara sem koma allstaðar að. Og það svona kjarnin í sumrinu sem koma svona dvelja hjá okkur 5-7 nætur
Síðan erum við með náttúrulega bara eins og aðrir ferðaskrifstofur sem senda okkur gesti í 2 nætur og bæði hópa og einstaklinga. Þannig að við erum svona verið bara að koma okkur á kortið, þetta er ekki gamalt hótel en það gengur bara vel. Arngrímur segir auðvelt að dvelja í vikutíma í Borgarfirði, alltaf sé hægt að finna þar nýjar gönguleiðir og eitthvað áhugavert að skoða. Hann gengur gjarnan sjálfur með sína gesti og kynnir það sem fyrir augu ber og fleiri leiðsögumenn á hans snærum í Borgarfirði. Þetta er Bosenland og við svona segjum passlega mikið frá því. Við hefum alla burði til að vera rauninni besta göngusvæði á Íslandi en við erum ekkert að keppa við Laugaveginn þannig séð. Það er bara ágætt að hafa hann fullan og svo bara kemur þeir sem koma vilja til okkar. Arngrímur segir erlenda ferðamenn áberandi í Borgarfirði en Íslendingar hafi eingöngu í veðri á undanförnum árum. Íslendingar hafa náttúrulega verið undanfarin 30 ár í svona einn og einn í skipulagðri ferð. Núna í ár þá eru þeir að koma á bilinu bara eiginlega 10. júlí til 1. ágúst. Menn stíla allt og mikið orðið inn á að setja saman bræðslu og gönguferð sem er náttúrulega eiginlega sitt hvort skemmtunum. Bræðslan ein og sér er alveg ein heimsókn og gönguferðin getur verið það líka. Þannig að það er orðið svolítið tróðið að Íslendingum í rauninni á 20 daga tímabili og svo sjást þeir ekkert utan þess. Þannig að ég held að sé nú alveg pláss fyrir þá að koma hérna og njóta sín til dæmis í ágústmánuði þegar er orðið svona að segja vel fært á alla staði og skemmtilega gönguleiðir sem eru kannski svona illfærar í júní en eru alltaf frábæra bara fram eftir hausti sko. Það sakar ekkert að vera í sambandi við heimamenn til að athuga hvað er í boði og hvað er á frábæra heimasíður sem við eigum. Borgarfirðieystri.is eru allar þessar þjónustu upplýsingar og menn mega líka alveg slá á þráðinn til einhverja þessara þjónustu aðala til að fá svona handleiðslu heimamanna til að fá sem mest út úr ferðinni.